skellis og skjóða. Jólasveinar.is kynna með stolti jóladagatal hurðaskellis og skjóða. Í dag 1. desember og þau ætla að föndra jóladagatal. Góða skemmtun! Í dag þá ætlum við að búa til dagatal fyrir mömmu og pappa. Og til þess þá ætlum við að nota smá pakka. Við þurfum líka að nota skelli og tússpenna og svo annað límband eða hett. Þau byrja á því að klippa pappírinn í 24 ræmur, 12 í hvorum lið. Ég skar mig. Ég skal kissa bóttinn. Ég skar mig. Þetta skellir. Ætlaðu! Ég er búinn. Nei, þessi alltaf stór. Þessi sko númer 24, það seinstu dagurinn og betra að hafa einn stóran. Þetta passar hann ekki í hringinn. Núna ætlum við að skrifa eitthvað skemmtilegt til mömmu og pappa. Já. Til dæmis eins og mamma. Mér langar svo í ís, elsku mamma, nenni að fara að kaupa hann. Nei, það skellir. Við ætlum að gefa mamma og pappa eitthvað skemmtilegt. Ísinn? Hún þarf að gefa mér hann. Hún þarf að fara til búið að kaupa ís handa mér. Það skellir, við erum ekki að biðja eitthvað frá mamma og pappa. Við ætlum að skrifa eitthvað skemmtilegt eins og mamma, ég elska þig. Eða pappi, þú bakar bestu piparkökur í heimi. Mamma, ullasokkarnir sem þú prjónar handa mér eru svo hlýir. Frábært! Svo getum við líka gefið þeim eitthvað skemmtilegt eins og í dag færð þú 10 knús frá mér. Þetta hljómar skemmtilegt. Nú að gera að nota ímyndunaraflið og láta sér detta eitthvað skemmtilegt í hug. Elsku pabbi, ég skal Þetta vantar ekki. Elsku pabbi, ég skal skaða af bílnum næst. Vá, þetta var nú fallegt. Finnst þér það ekki? En skjóða, hann á engan bíl. Og svo máðu þetta búa til dagatal handa einhverjum öðrum, til dæmis og afa eða frænku og frænda. Nú erum við búin að brjóta saman alla miðana og raða þeim í röð. 24 miða. Já, og þá tökum við pennana aftur og við númerum þá frá 1 upp í 24. Í miðjuna. Og stóra stafi. Ég var að gera 18. Veistu hvað gerist þá? Nei. Þá kem ég til byggða. Nú erum við búin að númera þá alla og þá tökum við þá svona, búum til hring og límum eða heftum. Ég skal halda. Já. Og nú flýti ég fyrir og gera allt tilbúið hérna fyrir hana. Gerir nokkra svona tilbúnar og það mikla einhverja hraða fyrir sér. En maður vil hjálpa stað til dæmis. Svo tökum við næsta, númer 2. Þú ert búin að líma alla putana. Þú hefur frennan bara fyrst. Þetta gæti sér að flýta fyrir. Við byrjum sjálfsagt á því að líma fyrsta bútinn saman. Þá myndar hann svona hring. Síðan tökum við annan bútinn, setjum hann inn í fyrsta hringinn og límum hann líka saman. Og þá mynda þeir keðju. Síðan höldum við bara áfram frá 1 alveg upp í 24. En passiði bara að allar tölurnar snúi eins. Þá er dagatalið tilbúið. Og þetta hægt að hengja upp á vegg, annarkvort svona beint, eða kannski svona. Og svo taka mamma og pabbi bara 1 dag fyrir sig. Ekki missa af næsta fæti. Hvað er þá? Á morgun þá ætlum við að skreyta spegil með apjumjólk. Með apjumjólk? Já! Þetta verður nú eitthvað. En þangað til næst, þá kveðjum við hurðaskellir og leiðindaskjóða. Nei, skjóða! Ég sagði það. Nei, þú sagði leiðindaskjóða! Ekki köku. Sjáumst á morgun. Skreyta með apjumjólk. Hvernig fer maður eiginlega að því? Ég verð greinilega að horfa á næsta þátt. En krakkar, mér langaði að segja ykkur frá því að allar leiðbeiningar fyrir föndrið er hægt að finna inn á heimasíðun okkar jólasveinar.is. Kannski fáið eitthvað fullorðinn bara til að hjálpa ykkur að finna það. En við sjáumst á morgun þegar við ætlum að skreyta með apjumjólk. Bless, bless!